Bessastaðir. Það heyrist eitthvað hjá mér. Það heyrist eiginlega. Já, það segir það. Já, svona. Yes. Yes, sorry. Yes, Bob. Yes, Bob. Komið 2010 aftur. 2010? Já. Dúlleri og ostur árið 2010. Dúlleri og ostur heima hjá mér. Dúlleri og ostur heima. Það svo klassískt. Það það sem ég sagði í þarna Google. Padlet. Þeir búin að eyða öll á Padlet núna. Já, ég var þarna með Pétur Jóhannsson Munk sem prófumynd. En þarna skólinn bara Ég kallaði hann og ég minna ég kallaði hann ég hétt eitthvað Pési Mús eða eitthvað. Já, Pési Mús. Pési Mús. Það bara góða minningar. Ég kunni ekki neitt að senda neitt á Padlet og ég fór aldrei á það. Það voru góða stundir. Þú hefur þetta að fara á þetta. En já, þetta allt nýtt. Og svo Google Docs og núna það Nei, sorry. Google Duo og núna það Discord, það svona WhatsApp best sko. Það og chat, það kom líka á tímabili. Já. Google chat. En ég bara ekki nóg að síðan að Nei. Bara Duo var betra. Það líka mjög mikið að já. Ég var að slappið best. Líka það enga stereotypur í Duo eins og á Discord. En ég alveg að Úlur. Það vist staðleimindi fyrir Duo-notendur. Ég og Ívar oft að spjalla á Duo. Í alvörunni? Ennþá? Já. Ennþá? Bara í viku. Ég er ekki einu sinni búin að deleta Duo, sko. Nei, kíktu á þetta. Þú voru bara með okkur í þessu. Nei. Það voru góða tíma. Það voru svona 5 Duo-fundir á dag. Úlur, þú þátt bara að bíða þarna svona yfir allan daginn. Ég held að þú sé opið hjá mér, sko. Þú varst bara á okkur fundi sem bara var allan daginn. Það var algjör gemma sér. Þú varst bara að bíða þarna sko, já. Myndi koma. Á Discord, ef þú gerir svona group DM sem ekki svona alveg hópur. Þetta bara svona enga skilabóð fyrir nokkur mannskum. Þá getur þú hringt eins og Duo. Þess að þetta bara stingir í alla. Nei, ég hef ekki Duo lengur. Já, þetta Meet núna. Já, jú, þetta Meet núna. Já, þetta Meet núna. Já, þetta kjöt núna. Sem þess ekki nú, já, þetta ekki. Ég vil að þetta heitir Duo! Já, þetta þarf að heita Duo, sko, Þið þurftu endilega að setja þetta í Google-litinu. En á Padlet, það var líka góða tímar, sko. Já, við vorum ekki að tala Padlet í þessum þætti. Dementia. Duo merkjast þú aftur út, var ekki svona, það er svona stórt í það. Svona, og svona blár, svona hringur, svona. Já, þetta mjög líkt og þetta mjög líkt og svona mörgunir svo þýst. Svo já, það ekki hvað heita. En, þarna, það sem við sáum auglýsingu í leiðninga sem hét þarna hvað? Abbabab sem fjallar ég ætla að lesa. Þetta ekki öllu myndin allir, þetta bara nokkra senur, sko. Þetta bara dans og söng og myndi krakk í skóla. Já, og svo sprengjuhótun. Það bara hvað, ein sena. Ein sena. Já, vond stelpa í skólan sem ég ætla að sprengja skólan. Með að sprengja skólan, þá ekki að tala að sprengja hana. Það er svona frekar. Það er svona ógeðslega dark. Ég veit. Nei, það er samt alveg svona frekar algengt. Jú, þetta er bara, þú veist, aðeins. Frekar alveg, hvað þú gerir frekar algengt? Þetta var mjög algengt svona í skólum á síðastöld. Að það sé svona litlar svona sprengjur, svona rakettur. Þetta var svona Abbabab 2002, kvikmyndir.is, ég ætla að lesa þetta. Já, Mattías ætlar að lesa Abbabab kvikmyndina sem Hemmistuð horfði á. Já. Já, mistarinn.
eins og Armundur segir, hafði kannski frekar gaman á henni. Örugglega. Og bara henni stuð haters back off. Það... Já, þegar Hanna og vinir hennar í sjónsveitinni reiðu hauskúpunni fucking heimsvætna uppgöta óprúttni náungar til að sprengja upp skólan og lokaballinu þegar þeir beita öllum sínum ráðum til að ná sökudólgnum. Og þetta tekið upp í Vörðuskóla. Vörðuskóla. Áttu ekki eitthvað að gera 1990 eitthvað eða? Ég ætla að kíkja upp trailer. En þess að þú veist titiklinn og þú veist þessi filteri sem ég fannst ég sjá þarna á forsíðunni. Já, og líka þú veist, krakkarnir eru svona í búningum sem eru alltaf svona... Já, þetta er pottið á pottið þetta gerast í gamla dag, sko. Allir að fá sér appelsín með lakkrísrönd og... Allir fá sér appelsín og kókaín. Nei, þú veist appelsín og lakkrísrör? Hvað, lakkrísrör? Já. Ég trailerinn. Hvað er lakkrísrör? Af öllu sem þið vitið hvað maður fekk Ok, það er bara verið að spila trailerinn hérna. Já. Má sjá. Stendur ekki að brenna hérna. Hvernig á annars að eyða heilli bygging? Jú, Armundur, þetta er ekkert lítið. Þau ætla að sprengja alla bygginguna. Þetta er bara aðan plottið, sko. Armundur, þetta er sprengjótin, þetta er ekkert grín. Já. Þetta er svona 10 ára krakkar sem að gera þetta. Annars verður skemmdarverkin að gruna eitthvað. Þetta eru krakkarna, þeir eru svona 8 ára, sko. Ég myndi ekki hafa neinar á þetta. Samkvæmt áætlun. Við verðum að rannsaka alla með stöðu grunaðra. Ha? Leika það? Nei. Jók. Ef þið hefðu fengið boð að leika í þessari mynd, myndu þið samþykkja boðið? Þú veist, syngdu ekki bara sprengjusveitina. Þýst. Já. Hvað? Ef það syngdi mig eitthvað já, góðan daginn, mattkjastlega hafa þérna. Já, mætu þú að lokaball í skólanum. Já, ekki mæta, skólinn verður sprengtur. Já, ok. Ég ætla að leysa þetta sjálfur. Nei, þú syngir 1 og 2 og kærir þetta til lögreglunar og sprengjusveitin kemur. Já. Alltaf. Þau munu leita á öllum. Þarf ekki að dansa og leysa ráðgátur. Það sem þau munu gera að koma á lokaballið, leita á öllum áður en þau mæta og leita í allir byggingunni áður en það byrjar til að passa að sé engin sprengja. En nei. Þetta er barnamynd. Löggur ekki til. Út af hverju? Kenniði krökkum að hringja á 1 og 2 og kenniði krökkum að hringja í sprengjusveitina ef það verður svo til að það er sprengjótin í skólanum. Bara ekki... Þú veist, ekki segja bara nei, opp og líka því abba, þetta er sprengjuhóttur. Þú segir ekki bara abba, upsi daisy, en fyndið. Nei, það eru... Hvað? Þetta er 200 manns að fara að deyja. Þetta er ekki tími til að segja abba-bab. Ekki sína börnunum eitthvað Scooby-Doo. Bara ekki gera. En Jón Gnarr er komin með YouTube-sið. Hvað? Það? Yes! Hann er að setja inn vídeo, svona gamla sketsa og eitthvað. Já. Jón Gnarr? Já. Virkilega. Akkur er Jón Gnarr að eyða tíma í því? Vegna þess að hún langar á hann ekki að leika ykkur borgar á hann? Hún heitir bara Jón Gnarr. Ég sver ef að Jón Gnarr er skó... Hann var að tweeta þetta, hann sagði eitthvað, ég byrjaði með nýja YouTube síðan að setja inn gamla sketsa með mér. Ef Jón Gnarr leikur skólastjóran í Abba-Bab. Nei, hann hatar þessa mynd. Hatar hann þessa mynd? Já, hann vildi ekki vera með og það er sko plata, já, þetta er byggt af plötu sem hann var hluti af. Já, sem heitir Abba-Bab og hann samtalagi Prumpulagið og Prumpulagið var á þessari plötu Abba-Bab og hann bannaði að nota Prumpulagið í þessari mynd. Og lögin sín ekki bara? Ja, hann gerði þetta bara þetta lag. Já, ok. Gerði bara þetta lag, virkilega. Já, og hann vegna þess að hann árið 2002 gerði Jón Gnarr mynd sem heitir Maðurinn eins og ég. Fyndi gaman. Já, Maðurinn eins og ég, já. Og sem var í ógeðslega lélegum gæðum samt. Já, og mér líður eins og hefði verið betri. Hún var í alveg Siggi Sigurjónsleik pappan, það var frábært. Já. En allavega, það var mjög vinsæl mynd. Og framleiðandinn á myndinni, hann heitir eitthvað Júlíus Kemp, alveg rétt, frekar frægur leikstjóri. Hann var framleiðandinn á myndinni og hann átti að gefa Jóni Gnarr borgað
Ná, hann fékk allir að borga, Jón Gnarr hefur sagt, hann fékk allir að borga fyrir maður að segja. Hann bara hefði ekki fengið neitt pening fyrir að leika í þessari mynd. Það hafi verið mjög vinsæl mynd. Hann getur bara kært fyrir það. Já, hann búinn að reyna að kæra fyrir þennan og það hefur verið, og síðan þessi júliðiskepp, hann núna að framleiða þessa Abba Bab mynd og til þess að bara hefna sín, þá segir hann bara, þeim ekki nota lagið mitt. Og þetta sko bara hræðast lagið af plötunni, myndi ég segja. Já. Alveg örugglega. Já. Og þannig að þeir bara ég veist ekki hvernig þau myndi líka kom prumpulaginn þarna Það er sprengju hótun og við ætlum að syngja prumpulagið og sprengjan hljómar svona. Já, ég vona bara þegar þau segja svo allir prumpa með la 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 og allir skólinn sprengur. Veistu hvað það bara? Ég vona að deyja allir karakterinn. Já, ég vona að ég ná ekki að finna þjóttinn og sprengjan springur og síðan kemur aðna sprengjusveitin og þau eitthvað. En það gæti náttúrulega líka komið framhaldsmynd. Nei. Come on, maður. Má ég giska? Þannig að núna eru þau flutt, sko, þannig að skólinn var sprengdur. Þau fluttu til Egilsstaða. Þannig að skólinn var sprengdur og þau flutt í Borgartún. Já. Og núna fjallar þeim, núna er það mikið verið spennu minn, en núna er það svona, núna er einhver sem segir að það sé sprengja í turnunum, sem fer eftir og klukkutími í að hún springi. Og þetta fjallar þau að reyna að finna þetta og þetta er svona dæhald-deila. Hvað þau gera bara dæhald? Skólinn fyrir í Borgartún sprengt, þessi krakki hafa bara dæhald að reyna sín í gegnum þetta og þetta gerst jólin. Ég er bara þó að dæhald er ekki jólamynd, ég sagði það, já. Kommentakerfið verður alveg núna bilað. Hann gerði nefnilega eina aðra mjög fræga plötu barnaballetti, hann dóttökunni sem heit Alheimurinn. Já, hvað lögum það? Ég ætla bara að lesa hérna, Jakob Frímann var eitthvað. Já. Armundur, myndir það þú... Það er glaðasti hundur í heimi. Já, það er Armundur, það er svona, já, það er líka alveg frekar fræðileg þar, sko. Armundur, myndir þú nenni að vera gestur í Bíóblaður? Já. Það myndi koma mér eitthvað svona. Ég myndi vilja vera gestur og bara öskra út af Abba Bab. Þessi mynd gerir mér svo leiðum. Ég vissum að þessi gæi með Bíóblaður minn aldrei tala um Abba Bab, sko. Hann er alltaf að tala um íslenska myndir. Nei. Jú. Ég er alltaf að sjá TikTokinu á sig og svona myndin It, algjörlega klikkuð, ógeðslygt, ofbeldi. Hann talar bara allan. Ég fannst þetta að vera frábær mynd. Nei, ég lesa ekki það, sko. Það er svo mikið á TikTok. Já. Ég sé alltaf að vera að tala um að koma ný íslensk bíómynd, hún heitir Þrot. Og hún er funny. Og hún segir eitthvað geggjuð mynd. En já, ég bara TikTok myndbandi mitt á þessum aðgang. Já, var það ekki mennt. Shout out to Bíóblaður. Já, shout out. Hver sem gaurinn heitir með en já, ég bjóð til menntaskólaslandar á TikTok og ég hef kannski séð það og ef þið sjáið að ég heiti eitthvað annað á TikTok en ég heiti raunverulega þá já, það búið að fá 17,6 þúsund áhorf. Er það? Já. Og ég held eitthvað 1800 like. Það er bara mjög flott. Og já, hérna, ég er með 41 follower núna, 1800 like, 41 komment og vitið þið hvað eitt af þessum kommentum eru? Hvað? Og ég gerði grínin í lokin, hérna, MIT-nemendur, þegar einhver nefnir skólan þeirra og þeir eru að drífa sig eitthvað svona að fara að segja. MIT er aftur... Það er menntaskólinn í tónlist. Þetta er mjög lítill menntaskóli sem og núna kemur eitt komment. Og já, og það sem kemur hérna er NFMIT, nemendafélag MIT, bara aðgangurinn og þeir eru eitthvað, við erum í slandar TikTok og bara nemendafélag MIT. Ok, hérna er eitthvað að læka vídeóður mitt einmitt núna. Takk fyrir Pétur Már. Og síðan var einhver að tala um Kvennó en ég... Shout out to Pétur Már á TikTok fyrir að læka menntaskólaslandar. Hann er bara harðast að lysna til karlakóðan. Hann veit ekki einu sinni. Hann hlustar á alla hættu. Hann veit ekki einu sinni hann er í beinni í karlakóðan. Svo síðan er einn hérna sem er hérna ML Slander please. Hvað er ML? Er það menntaskólinn við Laugabakk? Menntaskóli... En það er ekki héraðsskólinn. Menntaskóli Laugardals. Og núna er allir eitthvað meira, ef þú gerir ekki FBM en you spontaneously combusta. Og ég var bara eitthvað, ok, þetta átti bara að vera svona eitthvað einu sinni. Ég var bara með nokkar hugmyndir í hann að sterkasti MH-ingurinn og eitthvað.
Ég var bara með einhver hugmyndur og mér langar bara að gera það. Var ekki sterkasti MH-ingurinn svona ógeðslega mjór? Var ekki sterkasti MH-ingurinn svona ógeðslega mjór eða eitthvað? Jú, þetta sterkasti MH-ingurinn sem var catboy. Já. En já, sko það sem, já. En já, síðan sko, þú vilja að ég sé gera meira en ég ekki minni hugmynd, ég ætla að gera arkitektúrslandar. Já. Það var bara eitthvað því arkitekt. Já, en enginn mun relata við það. Þetta er bara því Úlfur, þetta er grínin væri svona eins og arkitektar þegar eru búin að teikna skóla en glemt að setja miklu í hann. En hvað með grunnskólaslangur? Það er svona mjög vinsæll Já, ég gæti þetta. Allir strákanir í Hlíðaskóla aflitaðir í Nike-peysum eða Air Jordans bara, skilur. Í þannan joggingbuxum. Já, það er það sem, hvernig allir strákanir örugglega þar eru. Í svona 66 gráða norður húfu, eða valshúfum. Ég get líka bara gert klassískt bæjarslander. Bæjarslander? Já, bara svona þýst. Alþingisslander? Er það ekki bara svona Íslandslander sem er með það? Sko já, mér langar alltaf að gera eitt grín sem er svona fólk frá Fellabæja útskýra út í hverju þeir ekki frá Egilsstöðum. Já, ég var einmitt að tala við eina bekkjarsystur okkar í Fjárnsmiðstöðuna daginn. Þetta var sá sem lenti í vandræðum með sprengju Shoutout á hana. Já, nefnum ekki nöfn. En já, þetta þú veist hverju það varst að hlusta. Hún hlustar öðru hvað held ég. Hún sagði ég hlusta stundum að kalla hvað. Já, hann þú ert að hlusta þú sem fannst brot útljós og held að vera sprengja. Kannski segja þessu sögu einhvern tímann og mjög fyndin saga og mjög góð saga. En já, hún, ég var að tala á hana og ég var eitthvað að tala um hana, Fellabæjar og Egilsstaðir. Út af hverju er þetta ekki sami út af hverju er þetta ekki bara sami bærin. Það ætti að vera sami bærin. Þetta er ekki sami bærin. Ég skal segja það og ég bara, og hún kýldi, nei, ég er fulla, hún kýldi mér ekki. Nei, ég skil samt ekki, þetta ætti að vera sami bærin. Já, hvaða mynd horfðu á í gær? Nei, ekki í gær, sorry, í fyrradag. Hvað? Það var bíókvöld í 105, félagsmynd. Já! Við horfðum á The Parent Trap. The Parent Trap? Hvað vildi það? Já, ok, þetta er 90s mynd, mjög fræg. Þetta fjallar um tvær stelpur og þær fara í svona stelpna sumbúður. Já. Og þær við erum eitthvað aldrei líkar. Og ein er að byrja í Kaliforníu og ein er að byrja í London. Já. Og ein við svona byrjaði að deyta. Nei, leið mér að gíska. Nei, leið mér að gíska. Hún er sama manneskjan. Ok, þið finnum út. En já, og ein er að byrja hjá Vínegru og ein er svona mjög rík. Sendir bondi og eitthvað borgarbarn mjög ríkt. Og það eru eitthvað ótrúlega líkar og síðan er einu að segja eitthvað, já, pabbi minn, ég hef aldrei séð pabba minn. Stelpan frá London, hún segir, ég hef aldrei séð pabba minn, bara mömmu mína. Pabbi minn fór þegar ég fæddist og þeir eru afmæli á sama dag. Og hinn, sem var á Kaliforníu, ég hef aldrei séð mömmu mína. Og kemur ljós, það eru systur. Þannig það er alltaf að skipta staði, þannig að þessum frá Kaliforníu ætla að búa í London og þessum frá London ætla að búa í Kaliforníu og það segir ekki foreldrum sínum og það er svo líkar, það er lítið alveg svo og síðan ætlaði þær að reyna að láta þau hittast og láta foreldrar að byrja aftur saman. Ég horfði ekki á alla myndinu, hún var mjög leiðilega í lokin. Já, ok. Og ég veit ekki hvort þau byrja aftur saman. Fórstu að púsla? Já, ég fór að púsla. Ég fór að klára púslið, það var eiginlega bara sjórin. En hvað með Bjarni Móra? Já, Bjarni, ég veit ekki hvort hann klára, ég held ekki, við fórum bara að spila borð þannig. Já, ok. Við nefndum ekki klára, en það er eitt atriði sem er klámynd. Nei, þetta er, sko, já, ok, það er 5 mínútur okkur tíminn okkar byrjar. En sko, já, það er eina atriði sem er svona, ég ætla að spila hljóðið fyrir ykkur. Guð. Nei. Og sko, já, það er þetta og þannig að þeir eru að spila póker. Ok. Póker? Fatapóker? Ekki fatapóker, þetta er barna mitt, þeir eru börn.
Fatapóker. Var ekki einhver skets í svínasúpunum sem var fatapóker? Pétur Jóhann var hann í fatapóker. Var ekki einhver sem skeit á sig? Jú, Sveppi skeit á sig. Já. Þetta byrja svona, seintu kvöld og ætla að spila póker og ætla að lýsa hverju. Sorry, ladies. Two pair. Read them and... Ok, þannig að hún núna að taka allt sem hún vann og allir hinir bara alveg blokkir, ekki til að veðja meira. Oh, take a whack at it. Og þetta alveg hljóðið í myndinni. Nice. Bad to the bone. Og hvernig finnst þér það lagarmyndur? Þetta ógeðslega frægt mím núna. Já, þetta var alltaf uppræðanlega sko í Ísland gott talent. Veit það hvað? Já. Þetta var aldrei í Ísland gott talent. Nei, þetta var í Megamind. Allir þetta Megamind. Nei! Nema Will Ferrell. Will Ferrell hafði gaman á Megamind. Hann heima hjá sér að horfa á hann einhverju eins og kvöldi með barnabarnum sín. Yes. Big and Little, heyrðu. Þið voru að tala um... Hvað er þetta? Stuart Little? Nei, þetta er Big and Little. Þetta er barnaættir. Nei, þetta er hljómum fyrir þess að... Þetta er leik breska barnaættir, minnum mig. En þarna... Þið voru að ræða þú veist, hvernig Svíþjóð og kannski Bandaríkin var ekki Já, leiðin hingað, það voru lappa niður Laugaveginn og við tvei, ég var myndur, fórum að leiðin samfæra óðum að Svíþjóð var ekki til. Sem ég trúi það ekki. Jú, hún Þú mun aldrei ná að samfæra mig. Já. Í lönd eru lönd. Þau eru köggluð þar sem þau eru köggluð, ekki geta 14 ára drengir frá Reykjavík samfært mig. Þetta er fólk út allan heiminn. Er fólk út allan heiminn? Ég er á Reddit server, já. Er til Reddit server? Já, og hann heitir, subreddit heitir. Og hvað heitir þetta eitthvað? Sweden not existing, eða eitthvað. Og þú veist þetta er alveg... Já, en þetta er svona Sweden. Og eru þið í því? 7 milljónir meðlumir þarna. Eru þið í því? Þetta er alveg 7 milljónir meðluma. Þetta er mjög vinsælt. Og þú veist það eru allir þarna. Já, meira segja þú. Já, ég er að posta allavega, sko. Posta hverjum að það. Ég ætla að segja Elisabethu, sko. Ég ætla að segja Sighvati, sko. Veit ég hverjum? Að þú ert á þessu. Elisabeth. Já. Já. Er allt í lagi ef ég nefnir ná? Já. Hún er ekki að fara að kosta. Nei. Nothing can stop me. Það vita flestir fullt nafnum þetta, þannig ég veit ekki af hverju. Og vita flestir hver mamma þín er það ekki? Og komið fram í öllum hátíðaksturhaldunum og það er þar takkir. Já. Úlfur, segðu líka hvað fóreldrar þín er þetta. Hæ? Segðu líka hvað fóreldrar þín er þetta. Það er algjör stór. Jú, það veitir Úlfur Maranason. Þannig að það myndir þetta flesti gíska á að pabbiðin heitir Maranon, sko. Já. Og þú líka oft nefnt að litli bróðin heitir Víkingur. Ég var að fara að drífa okkur í liði áður en að þið byrjuðu mig að segja kennitöluna mína hérna. Já, það var ekki snögt. Nei, þetta er það við erum ekki mikið að segja dítela fjölskyldunar okkar, sko. Þannig að margir hlustandi sem svona, hvað eiga náttúrulega fjölskylda þessi krakkar? Búa bara í einhverju hálfræksbúi. Já, enginn í podcastu myndi verðilega að tala svona mikið fjölskyldu. Jú, það er í alveg mjög mikið á podcastu, sem að er alltaf... Hvað heitir það kannski? Exposing the podcast? Hefur við ekki að vera til okkur í einu flugum bara? Það sé komin tíma, veitu hvaða flug? Hefur við ekki að vera til okkur í einn klassíska flug búið að vera á dagskránum lengi, það er útvarpsleikritið Una og Afi. Já, við höldum áfram með það. Já. Núna verður flutt útvarpsleikritið Una og Afi. Jæja, litla stúlkan mín, hvernig var í skólanum í dag? Bara allt fínt. Já. Lærið þau ekki eitthvað skemmtilegt? Nei. Það lítur að vera eitthvað? Nei. Já. Viltu kókomjólk? Nei. Þú var kraft úr kókomjólk. Hæ? Hvað sagði það? Ekkert.
Ég held ég ætla bara að fara heim. Takk fyrir heimsóknina, afi. Viltu ekki kekskökur? Nei. Ó. Ok. Sjáum eftir 5 ár. Já. Ég elska þig. Já. Þetta. Una og afi. Þetta var alveg sérstakt. Þetta var nú meiri vitleysan. Við vitum ekki ennþá hvernig sketsin verður út af við erum ekki búin að taka upp sko en mikið var nú þetta fyrir. Eitt sem ég langar að segja ykkur strákar, eitt sem var partur af umræðunum mínu að stundum getur heilinn minn verið komið með margar hugmyndir. Já. Og ég kom með hugmynd af nokkrum hlutum upp á síðkastið. Ein af þeim gaman murder mystery mynd, svona íslensk, skilur sem á að heita Mafía. Það reyndar mynd sem heitir Mafía. En, það murder mystery? Ég veit ekki, en það spúfmynd eftir þess að gera Naked Gun. Það mjög frá mynd. Já, því íslenska, þetta skrifa Mafía með í, ekki? Já, Mafía þá með í. Já, ok. Og þetta byggt af leiknum Mafía. Ég vildi ekki nota varúlf, þannig að þá myndi fólk halda að þetta sé varúlfamynd, en ég vil það ekki, þannig ég ákvað að nota Mafía í staðinn. Og þetta þess að fullt af fólki sem búið í svona matabúið, þið hugsa svona vegna þess að það var eitthvað algengt, þessi vinahópur, þú veist, sem hittast þeir í fullorðinu, þeir voru alltaf að spila Mafíu. Og þeir fara í Mafíu. Já. Og það sem að gerist við einn vin þeirra, og það eru frekar margir, þú veist, í þessu partíi, að þegar allir eru með lokuð augun, þá ein manneskja liggjandi á gólfinu í blóðpokli. Það þá dauði í alvörunni? Já. Og þarna, þeir eru þá að reyna að leysa ráðgátuna, þú veist, hver drap þennan mann í miðjum mafíuleik. Já. Og þarna, þau svona hvern einasta klukkutíma, þá fá þau, þú veist, í staðis að vera í þessum hringi, skilur, engin ennir að vera í einhverjum hringi alltaf, þá mega þið fara í kringum húsið og eitthvað svona og tala saman og eitthvað svona, þarna, og til þess að finna út úr því hver morðinginn er. Já. Og svo þurfa að fara aftur í hringin, stundum. Þannig að þetta, þú veist, aldrei, þú veist. Og ég var að hugsa það að Jón Gnarr geti leikið þarna detective sem kemur, þú veist. Nei, mér að Jón Gnarr ætti að veist hvað þið nennir ekki að vera þarna. Nei, þú veist, af hverju myndi, sko, hann væri, ef ég myndi gera þetta í alvunni, þá væri hann svona 70 í þessari myndi, og með einhverjum fullt af ungu fólki, skilur, í einhverjum partíi. Þannig ég myndi miklu frekar hafa hann, þú veist, svona detective. Já, en þetta ótrúlega líkt einhvern mynd sem ég horfði á, ég man ekki hvað hún heitir, hún hét þarna... Já, búin að gera það nokkur sem maður, sko. Murder Mystery myndum hún hét, það var mynd sem var áfrekar góð mynd. En hún byggð af þessum leik? Hún gerir þannig, það á að þetta fólk sem mætir í matabóð og eitthvað, og síðan eitt að drepið og það en þið halda að það sé bara hluti af leiknum og það átt að vera eitthvað murder mystery í þessu. Já, en sjáum til, það verða svo fleiri drepnir. Já, það hefur gert svona áður, sko. Já, en, come on. Þetta verður íslensk mynd. Já. Engin mun vita, skilur, það ekki eins og gaurið sem bjóð til Naked Gun með eitthvað. Heyrðu! Ég að tala annað sem með svona sama plott. Já, murder mystery. Já. Með svona... Af hverju geti honum ekki verið drugluð saman með einhverja litla, þarna gaman murder mystery mynd frá Íslandi eitthvað. Já. Þetta bara hugmynd. Svo líka aðra hugmyndir. Það getur líka til dæmis verið, þú veist, murder mystery mynd eða leikur, það sem gerist, þú veist, í flugvél. Já, svolítið kannski svona eina hefur stafning. Já, ég veit, en þú veist... Það ekki mikið hlutum í flugvél. Ég veit, en þess vegna, þú veist, hugsaði ég, þú veist, verða þess að, þú veist, í leikjum eða teiknumyndum, þá getur þetta verið hvað sem skilur. Þannig að hvað þetta einhver ný og komin út einhver svona allt önnur tegund af flugvél sem miklu stærri og svona lúksusskilur. Það sko til svona flugvél sem hefur bar og nokkrum hæðum og hefur pláss fyrir 2000 manns. Já,
Það geti bara verið þannig flugvél, skilur. Það hvað ætlar að gera með hvernig ætlar að finna 2000 manns að leggja í þessu? Nei, það þarf ekki endilega að vera 2000. Þú veist, það er svona rosalega mikið fólk á Íslandi sem til að vera aukalegur, sem leikofran X. Mér finnst það að fá Jens Jansson. Hann verður að segja já öllu. Hann á að leika. Hvað er að Jens Jensson verður morðinginn í Mafíu? Núna bara enginn að horfa að segja. Þú veist að segja í byrni hvernig hún mun enda. Nei, þetta er bara hugmynd, skilur. Ég veit ekki einu sinni hvort ég vil búa þetta til í alvörunni. Já, mér finnst þetta að vera góð hugmynd að Jens Jensson sem hann ekki. Hann er svona auka karakter, það fattar hann ekki. Nei, Jens, hann er bara að vera að mann. Jens. Og síðan er hann bara allan tíman. Hann er náttúrulega í horn eitthvað, hann segir ekki neitt. Og allir hann sagði, þetta er bara auka karakter. Bara í bakgrunn, þetta er bara basically background karakter sem gerir ekki neitt. Honum var ekki sem bóði, hann mætti eiginlega bara. Því hvað með það? Hann mætti til þess að myrði einhvern. Og hann vissi ekkert að þetta væri bara við spilað og hann bara tók tækifærið. Svo líka fekk ég aðra hugmynd sem var, þú veist, hryglingstölleikur, skilur, sem er þessi vísindamaður sem fer á Suðurpólinn. Og það er þessi morðóð mörgæs. Ég veit, svipuð og killagæs, ég veit. Killagæs, ég verði. Já, þú veist bara killamörgæs, skilur, að við fyndið vísindamaður í Suðurpólnum og killagæs minn. Hvað með, hann frekar á Eyjafjörð og þetta fjallar killagæsna á Eyjafjörði? Já, þú veist, ég vil ná til annað fólks, skilur, út völlum löndum, skilur. Og þetta er svona fyrir að hugmynd. Og allir vita hvað Grenivík er maður. En hafið þið fengið einhverja hugmyndir upp á síðkastið, þú veist, í ykkar haus? Já, ég fæ mjög mikið hugmyndum, alveg margar á dagskránum, ég líka. Gleymiði með þeim alltaf, sko. Ég líka. En svo, ég er alltaf búin að ég er búin að fá alltaf mikið hugmyndir fyrir góða myndir upp á síðkastið. Pabbi er alltaf að segja mér, skrifa þessar hugmyndir niður og ég segi, ég nefndi því. Já, ég skrifa alltaf þessar hugmyndir oftast niður, sko. Já, ég veit, það eru bara sumar hugmyndir, þú veist, að ég hugsa bara, langa verið í alveg að gera þetta parti af ferilinu mínum, skilur. Það er ekki að segja það, þú hefur bara skrifað þetta niður sem þú getur munið þetta í fyrir. Já, ég veit, en þú veist, já, ég veit, en bara þú veist, stundum hugsa ég bara svona, að ég vil ekki alveg að ég sjálfur gera þetta, skilur, þetta er ekki alveg minn stíl, skilur. Sko, já, ég bara margar hugmyndir af svona, eitthvað sem ég margar að gera á TikTok til dæmis. Já. Og þannig, já. Ég bara húsum. Já. Og þannig að þú bara hugsaði ætti ég eitthvað að fara að gera þetta eitthvað svona. Ég tek alveg mjög mikið upp á TikTok og ég setja en það er bara þannig bara ég get séð það. Já, ég ger það andar líka, ég þori ekki að setja allt inn, sko. En hei, eigum við að henda okkur í sögustundu. Já, ég held að það sé komið til sögustundina okkar. Já, og þannig að ég var að spá í hvort að ég mætti leika nýjan karakter, eða það ekki bara alltaf skiptir engum máli. Við erum ekki að reyna, nei, ég er því með það, hverjum er ekki sama maður. Ég skal bara vera gaurinn. Ráður, hver tekur viðtal? Hvað, Matti, hann er ekki búin að vera? Já, Matti, hann var að vera. Sögustundin okkar. Já, góðan daginn, ég er komin í sögustundina. Í dag hefur við góðan gest að kynna sjálfan þig. Já, kynntu sjálfan þig. Ég heiti Glerugna Glámur. Glerugna Glámur. Já, og hvað er svona áhugavert við þig? Ég elska að safna túrtappa. Já. Þannig að þú varst að nefnilega opna túrtappasafn Íslands. Ég er ekki búin að þóa mér hárið í 1 ár. Já, ok. En þú varst að opna túrtappasafn Íslands og núna í Fellabæ daginn. Ég nota hnetusmjör í staðinn fyrir þér. Já, ég veit. Þú varst að opna túrtappasafn Íslands í Fellabæ daginn. Nei, á Vestmannaeyjum. Hæ? Á Vestmannaeyjum. Já, mér var sagt að það var Fellabæ. Túrtappasafn á Vestmannaeyjum. Já, alltaf. Náði því rétt. Já, hvað, er þetta Herjólfsdal eða? Ég veit ekki neitt Vestmannaeyjum. Alltaf. Þú sagði nefnilega áður kosninga að þú væri frá Vestmannaeyjum. Kosningum? Nei, að þú væri frá áður en að þátturinn byrjaði, sagðir þú að þú væri frá Vestmannaeyjum. Já, sko þegar ég hugsa... Ertu heyrnarlaus? Nei,
Einmitt, já. Þegar ég hugsa Vestmannaeyjar þá hugsa ég Vestmannaeyjar. Ég hugsa ekki neitt Herjólfsdal eða eitthvað. Herjólfsdalur í Vestmannaeyjum. Ertu hálfviti? Nei, ég með gleru það þýr að ég klár. Ég frá Þórshöfn og meins að ég veit þetta. Allir vita Þórshöfn heimskasti bærin. Já, ég veit ekki neitt Vestmannaeyja. Ég held að þú varst frá Vestmannum. Ég frá Vestmannaeyjum en ég veit ekki Vestmannaeyja. Ertu hálfviti? Ég giska það. En hvað búið í gangi hjá svona persónulega lífið þínu? Ég elskar svarthöfða. Mér drull. Hann uppáhalds kallinn. Hvað skilur ekki? Hvað skil ég ekki? Þú ert greindarvísitölu, álíka háa og greindarvísitalan hjá soðinni rækju. Skilur það? Ég elskar soðinni rækjur. Ég borðaði með hafragrautnum mínum heima hjá amma. Hver borðaði rækjur með hafragraut? Amma mín gefur mér alltaf sérstöku skeiðuna. Bleika með blómi á endanum. Ég kallaði hana Þyrnirós. Þú veist það með drull? Elsku besta plastskeiðin mín. Fyrir rækju hafragrautnum. Hvað heitir aftur? Já, gleraugnaglámur. Já. Mér drull. Mér svo drull. Þú veist, mamma þín, þú veist, úr ætlit nefnilega, þú veist það? Þú ert ekki pabbi minn. Ég veit ekki hvernig það en ég pabbi þinn. Ég pabbi þinn. Já, ok. Já, mér eiginlega bara alveg skýt saman, sko. Ég fæddi þig. Fæddir þú mig? Já. Hvað var þetta? Þetta var bara einhver vörubíll glámur. Var þetta hvalur? Nei, þetta var... Ég sættur við hvali. Hver sættur við hvali glámur? Ég. Jesústur. Glámur, þú skilur út af hverju við þurftum að láta ættleiða þig. Og þú er svo grjót heimskur, glámur. Má ég fá skeiðina mína? Glámur. Má ég fá skeiðina mína? Hvað skeiðast að tala um? Þyrnirós. Ég hef hann ekki, amma þín hefur hana, eða amma þín gæslepp og það þú ert ættlitur. Og veist það? Hver þá amma? Það er fóstur amma þín. Ég veit ekki hvað fóstur þýðir. Jesús Kristur. Við ætlum bara að láta mömmu hérna skipta þér. Elskan, sé. Já. Glámur hérna. Já. Barnið sem ég fætti hérna eitthvað. Já, alveg rétt. Við þurfum að drepa. Við þurfum að drepa. Já. Þau tala þetta. Já. Eitthvað lokaorð. Ó, góði Guð. Æ, þeir. Þú fann ekki loka. Afsakið, það var svona... eitur! Nei. Já, ok, ég ætla hérna bara að fagna. Já, auðvitað, hann er með ofnum við kampavíni. Já. En þarna... Þetta var skrítið. Hann Jóhann Alfreð er búinn að vera svo leiðilegur við ykkur. Hann er ekki búinn að vera nokkuð skemmtilegur við ykkur þegar maður hringi hann. Þá erum við hérna komin með Jens Jensson og Lína, við ætlum að taka svona viðtal. Jens, hvað segirðu? Ha? Hvað sagðirðu? Hann vil byggja 50 hæða blokk Ha? Alþingisreitum. Ha, Jens? Hvað það tala? Rífa Alþingishúsið og Lægjanshúsið. Ég hef ekki til. Hver er þetta? Ok, þú sérðum að rífa það. Hvað? Já, takk fyrir þetta, Jens. Ég veit ekki alveg hvað þetta var. Eigum við ekki kannski að hringja einhvern annan þá frekar? Jú, við getum prófað að hringja. Hringjum? Já, við getum ekki alveg að hringja. Heldur að Jóhann Alfreð var leiður? Ég veit það ekki. Ég held að hún líkaði ekki við. Eigum við ekki að hringja í Jóhann Alfreð? Jú, ég held að, þú veist, hann... Ég skal hringja, Bryndur. Ok.
Við skulum nei, veistu hvað, ég meika ekki gera þetta, sko. Ég meika ekki. Já, Úlfur, af hverju ferð þú alltaf í burtu þegar hún fyrir að hringja eitthvað? Það því að ég var svo feiminn. Já, mér finnst þetta ekki verið í lagi, sko. Já, hann bara, þú veist, þetta ekki í lagi að vera með svona mann í vinnu. Jæja, þá hringjum við. Sem bara fer í burtu þegar hún var að hringja eitthvað. Já, halló? Góðan daginn, er þetta Jóhann Alfreð? Já, hver er þetta? Þetta er Karlakofinn. Ja. Helvítis, ég hérna í miðju að taka upp heilasýsting hérna. Já. Ég hérna einmitt núna í miðjum heilasýstingi, einmitt núna. Já. Ég að deyja. Já. Hvað ég var hægt ertingið eða? Ég með 4 stigs heilaæxli, einmitt núna. Nei, æxli, ekki með svona. En já, hvað segir þú? Getur þetta okkur vandara? Þú grínstu, já? Jú. Ég var að prömpa. Jú, þannig að, hvað sagði öndin við köttin? Ég veit ekki, hvað sagði hann? Hann sagði... Það var bra! Hann sagði, ægibless. Nei, Sko, þessi gæi, hann er svo ógeðslega neikvæður. Já. Hann er bara ekki að fatta að við þurfum að hafa hann svona gaman. Við búnir. Já, hann hélt á aftur. Þú veist, hvernig ætlaðu þú að tala við? Hæ? Hvernig ætlaðu þú að tala við? Ég er ekki skemmtilegur, maður. Ég er bara að tala við starfsfólkið þarna niðri. Hvað menar þú? En ég fer í burtu, Já. en þeir að hringi sem sagt Jóhann Alfreð. Já. Ef að þeir actually að hringi. Já, við vorum að hlusta á þetta, sko, við hringdum í alveg í hann. Já, ég fer alltaf að tala við starfsfólki niðri, sko. Já, og hvað sögðu þau gott? Hvað sögðu þau gott? Já. Þau sögðu bara, þú veist, kemur alltaf þessi gauðan og spyrir, takk upp hlaðvarpið, takk upp hlaðvarpið, Úlfur. Þú ert bara að segja nei. Ég segi bara, ég sagði sko, hvernig vissu þið hvað ég heiti? Hlaðvarpið, Úlfur. Hann alltaf að hlusta. Karlakofinn, Úlfur. Hvað viltu mér? Réttu mér peningana þín, Úlfur. Svo reynir hann bara að ræna. Var rændur, eða? Já, ég var rændur. Já. Ekkert mál, sko, bara dálítið leiðilegur þessi gæi. En alltaf þess að margir viti Ógeðslega perralegur. karlakofinn er. Ha? Haldið að margir viti hvað karlakofinn er. Hvað meinar með margir? Svona, þú steldur að það séu margir sem að þeir heyra... Hérna? Nei, bara í heiminum. Heldur að séu margir sem heyra karlakofinn. Og það sagði, já, hlaðvarpið. Nei. Það var náttúrulega í árshátíð á myndbandinu. Hjá Háteigsskóla. Við erum ekki búin að segja hlustum þetta er fyrir áhvert. En þá var eitthvað svona trend, hvað er lag ertu að hlusta á? Já, það er þá voru þau eitthvað, ég er að hlusta á eitthvað þetta lag eftir þessum gæju í 10. bekk sem að setja þetta á YouTube 5 árum síðan. Já, eitthvað mamma þín, þetta er eitthvað svona lög í skólanum og þetta var bara undir á strákunum. Og þá var það eitthvað í kringleika, hvað er lag þetta að hlusta á? Ég er að hlusta á Háteigsskóla okkar með karlakonum. Sem að við gerðum þetta lag þegar vorum að gera HTX-arna. Nei, Háteigsskóla skaupið. En það var síðan líka notað í HTX-arnum. Já, og þetta var fyrir 2018, 4 árum. Já, 4 árum. Gott ár. Já. Frábært ár. Mikið sem gerist. Matthías er farin að lesa bók, Búrfiskar. En allavega, og ég veit ekki alveg hvar þau fengu hugmyndina að þetta var eitthvað karlakonlag. Já. En allavega þá var gaman að heyra karlakon í staðan fyrir eitthvað aðeins á TV. En ég veit ekki, hvar heyrður þetta lag? Heyrðu, það fyrir bara að koma að því að við þurfum að hendi í aðra flugu, sko. Já, en það er ekki bra. Já. Þannig að önnur fluga og þetta, hvað átti þetta ekki að vera einhver barnabók? Ný barnabók á Storytel. Já. Sem átti að vera sýnd. Já, viltu bara ekki það? Já. Eftir Felix Bergsson.
Já, þetta er sagt. Ný barnabók með Felix Bergsinni á Storytel. Halló, ég heiti Bogi. Já. Hvað heitir þú? Ég heiti Goggi. Bráð skemmtileg bók fyrir alla fjölskylduna. Goggi, hefur þú eitthvað heyrt 11. september 2001? Nei, segðu nú aðeins frá því. Ég ætla að segja frá því. Lærdómsrík bók fyrir alla fjölskylduna. En kvenfyrirlitningu? Nei. Homofóbíu? Nei. Núna ætla ég að segja söguna frá því þegar John F. Kennedy var skotinn. Goggi er nú... Goggi! Já. Nú ætla ég að segja líka þú, Bogi. Ég tala. Goggi er nú daldið lasandi. Hefur þú heyrt hryðjuverka árásirnar í Egyptalandi? Nei, segðu mér nú aðeins frá því. Eru þeir ekki dálítið asnar þarna Egypta abarnir? Goggi, þetta er kannski... Helvítis fucking abarnir. Goggi. Helvítis uppassanir. Hefur þú... Abakettinir. Heyrðu. Ha? Akkur eru brúnir í framann? En hefur þú... Nei, Goggi. En hefur þú... Heldur það bræðast eins og súkkulaði? En hefur þú heyrt það þegar Adolf Hitler og nasistaflokkurinn voru að drepa vondu gyðinga? Nei, sko að þeir ekki á fljúandi fíla. Bogi, nei, Bogi, hörðu, ef ekki fara að stoppa eitthvað. Ný bók eftir Felix Bergsson. Já, það er ég. Komin að Storytel. Ég heiti Gunnar Helgason. Já, Funny. Þetta var... Hvað fannst þið núna? Okkur Steinar. Hver er Steinn Steinar? Hvað er þetta? Af hverju, why did you cut that? Af öllu? Hann þið bara frá að tala. Já, ok. Hann er að lesa bók eftir... Hann er að lesa bók eftir Steinar Steinsson. Og þarna... Armundur. Já. Hefur þú eitthvað umræðum? Þannig að ég er búin að segja allt sem ég vildi segja. Já. Ég skal kíkja á listan. Þannig að við höfum nefnilega alltaf lista sem geymir alltaf helstu þarna umræðuefni sem við skrifum niður. Já, ég með eitthvað þau eru svolítið svona tímafrek. Tímaþröng? Já, við erum alltaf ekki mikið eftir að þætti. Maður heyra samt hvað þið eru bara svona rétt svo. Já, mér langaði til dæmis pínu, ég er búin að hugsa mikið breska krakkan. Breska krakkan? Já. Hvað breski krakki? Í sundinu, manns ekki. Já. Og svona mér langaði kannski að deila heimilistum, það er kannski... Ég get alveg gert það núna. Jú, þú getur alveg gert það núna. Jú, þetta myndi það. Já, allavega fyrir svona, í svona byrjun ágúst. Já. Fyrir svona 1 mánuði síðan, aðeins meira en 1 mánuðar. Þá fórum við í sund ásamt nokkrum öðrum vinum okkar. Já. Og í Laugardalslaug og það... Jú, þetta var bara nýbúið að gera þetta ókeypis í Laugardal fyrir okkur. Já. Og við nefnilega bara fórum sko eina daginn eftir sem það var opið. Já, það var 5. ágúst svo að ég svona já, það byrjun ágúst 5. já, þetta er kannski mikilvægt vegna þess að kannski var eitthvað fólk sem var í laugin og getur sagt mér eitthvað meira þetta mál. En allavega, við vorum bara í lauginni eitthvað og Dundokkur. Já, og síðan eitthvað að grínast eitthvað og þá kom eitthvað krakki til okkar og hann var eitthvað I saw you earlier. Já, það sé okkur spyrja okkur, hey, how long have you been in the pool? Og við byrjum eitthvað, já, I'm búin að vera í 2 klukkutíma. Já, I saw you earlier. Ok, já, við erum búin að vera í svo laug og þetta sást okkur. Ég finnst, hvað var hann að meina það? Var hann að meina eitthvað annað? Ég bara veit það ekki. Hann sagði ekki earlier, sagði hann ekki bara ég vil segja okkur áður. I've seen you before, sagði hann. Já, hann sagði eitthvað þannig, þannig að kannski hann segja okkur á YouTube eða eitthvað, ég veit það ekki. Og þetta var eitthvað og svo, á meðan við fórum þarna í rennibrautina, þá varst þú þarna einn þarna niðri.
Svo kemur hann aftur til þig. Já, þið voru eitthvað að gera eitthvað. Við fórum í rennibrautina. Síðan kom hann eitthvað, þið fyrstum þarna Andrew Tate. Og ég, þannig að sagði eitthvað, nei, ég nætti ekki að tala um hann krakka. Og ætlaði bara að fara í burtu það, þið voru alltaf að fara í burtu. Og þannig eitthvað að ég ætti að hætta, hann öskraði síðan á mig eitthvað, go talk to me. Eitthvað, og sagði ég ætti að hætta hunsan og bara öskraði svona pínu og eitthvað. Og öskraði eitthvað á mig eitthvað. Þetta bara mest fíverdrým sem og hann vildi eiginlega bara tala við mig. Og ég síðan ekkert frá, við vorum að tala saman, þá kom hann eitthvað, what are you talking about? Við vorum nothing. Hvað er aðeins og krakk? Já, ég bara... Ég veit, þú voru kannski 10 okkur áður, en samt... Og ég, þú veist, veit af hverju kallum hann breska krakka. Og það tala enskan hreim. Já, hann var svona enskan hreim. En hann var eitthvað, ég veit ekki, þú veist, mér datt í hug hvort það var Íslandingum með eitthvað grín. Það var skrítin framkoma eitthvað, láta sinna bara við eitthvað. Tala um sund. Ég fór í Lágfellslaug daginn. Lágfellslaug. Hvaða laug er það? Hún í Mosfellsbæ. Það er svona, það eru rennibrautir á það, ekki? Hvað er rennibrautir? Það er 3, það er svona ein. Það er ein sem fyrir wí og ein sem fyrir wú. Og ég fyrir wow. Og ein fyrir sem aaaah! Það er nákvæmlega hann, sko. Sko já, ég fætti til Mosfellsbæ. Já. Ég þurfti að hringja úr símanum í Lágfellslaug. Já. Og það síminn dó. Nei. Þetta er rennibrautirnar. Þetta er alveg finnar, sko. Jesus, þetta lítur út eins og liminal fótó. Þetta var svona ágætlega, já. Holy shit. Pottarnir voru ótrúlega heitir það. Holy shit, hvað þetta er liminal, maður. Við erum góður. Þetta er svona, þú veist, þannig að ef þið vitið hvað liminal spaces er, ef að maður myndi fara þarna á nóttinni, mitt á þannig stað. Talaði mikrofón. Og það væri lokað. Já. Og myndi taka, þú veist, mynd af þessu með lélegri myndavél, skilur, eitthvað sem hefur ekki night vision, þá væri þetta fullkomin mynd fyrir svona liminal space photo. Og ef að þið vitið ekki hvað liminal spaces eru, þá endilega tjekki á því vegna þess að það er mjög áhugaverð filosofía. Þannig sem alveg hægt að tjekka á, þetta er mjög áhugavert. Ef þið bara skrifið liminal spaces á Google, þá koma fullt af, þú veist, óþægilegum myndum að einhverju sem þið gætu kannast við, en einhvern veginn eitthvað er off, þannig að það er ekkert, þú veist, engin merking á, þú veist, að einhverju lifandi hluti, lifandi fyrirbæri, sem er svona, já. Og það er hægt að bara tjekka á því, sko. Þetta er mjög áhugavert. Ef að þið áhuga því. Ef þú hefur áhuga því. Á filosofi. Á filosofíu. Ég hef aldrei sagt filosofíu, sko. Þetta er filosofíu. En já, þetta er frekar, ég vil ekki fara þarna. Já. Þetta er scary. Já, þetta er svona ágætlaug. Þetta er scary, sko. En auðvitað mæli ég með Breiðholtslaugar, þetta frábæri laug. Já, þú elskar. Hvað er samt þessi laug sem, þú veist, það er þessi, byrjar í þessari innulaug? Svo fer maður, þú veist, það er þetta dót, þú veist, þetta... Það er árbærileg eða akureyrileg. Þessar plastgardínur. Já, og þetta er bæði árbærileg og árbærileg og akureyrileg. Það hlýtur að vera það. Og svo er þetta er basically bara eins og einhvern veginn sundlaugar lækur. Þessi hérna laug. Er það? Þetta hlýtur að vera árbærileg og svona sundlaugar lækur. Já, þetta er það. Já, maður kemur á svona brú, hann er djúpalaugin. Já. Ég hef ekki farið í hann í mjög langan. Ég hef alltaf ofmetinn, sko. Já. Ég samt hef bara farið í hérna svona einu sinni tvissar. Já, ég er svo mikil sundmaður. Ég fór í Suðurbælaug eitthvað, ekki það lengur. Hún er alveg ágætt, það var að gera við hana, það var alveg svekkjandi, það gæti ekki farið í rennibrautirnar. Já, mér er ekki mikil aðdóndi Suðurbælaug, sko. Ha? Ég er ekki mikil aðdóndi hennar. Ég held að rennibrautirnar eru ótrúlega góður, en ég bara náði ekki að fara það. Önnur er ekki, sko. Hvaða sundlaug? Suðurbælaug í Hafnarfirði. Suðurbæjarlaug. Firði þínum. Suðurbæjarlaug. Já. Því að það er þetta að kíkja líka. Hvað er Suðurbæjarlaug? Hvaða laug ætti ég að fara í? Ég var bara ekki að fara í neina sundlaug.
í lífinu. Já, Úlfur, þú kannt ekki að sunda þig. Ég mælum að fara í sund til Hafnarfjarðar. Ég mæl alltaf með því. Ég fara í sund. Hún að þess að 2 stigar svona niður á hvora megin þess að fara í klefana. Þeir fara upp stigarnir. Nei, það ekki hann. Nefnilega, sundlaugin sem ég farið mest í alveg hvort Laugardalslaug eða sundlaugin í Hafnarfirði með stóru bláu rennibrautinni. Ég man aldrei hvað hann heitir. Og ég þarf að byrja... Stóru bláu rennibrautinni? Og ég þarf að... Það var alltaf Suðurbæjarlaug. Suðurbæjarlaug? Já, ég held að. Þau segja aldrei Suðurbæjar... Mér minna að það var ekki Suðurbæjarlaug. Þetta svona þannig að það er Er það þessi hérna? Nei, það er ekki þessi. Já, þá er hann örugglega ekki Hafnarfirði. Bíddu maður. Kópavogi. Sundlaug Kópavogs. Nei, ekki Kópavogi. Er það Salalaug? Kannski, ég veit ekki hvað það er í Kópavogi, sko. Gæti verið Salalaug. Ég er að reyna að finna hvað... Það er þessi hérna? Þetta er ekki hún. Nei, ok. Eða, nei, byrju. Nei, þetta er ekki hún. Nei, ok. En, hvað? Álftaneslaug? Já, ég held að það var Álftaneslaug. Í Öldulauginni? Er Öldulaug hana? Nei. Svona rennibraut? Nei. Nei, ok. Ég fór samt í þessu daginn. Veitu hvað, er blái rennibraut? Hún var einu sinni græn, nema núna er hún blá. Já, Seltjarnarneslaug. Já. Jesús maður, hún er léleg. Þessi? Ég hatt hana. Má ég sjá. Ofmetnasta laugin, sko lang ofmetnasta laugin. Svo lélega laugum maður. Hver myndi vilja synda í saltvatni þar sem laugin er sko grunn og þetta borð ég segi ykkur, ég þurfti að synda í vatni þegar var ég mittishæð, svona 75%, og þegar er þetta allt saltpottar, rennibrautin ágæt en allt þetta lélegt. Sko, ég finnst þessi laug alveg vera ágæt ef að þú veist vatnalaugin, það sem mjög mikið af fólki, þú veist leggs svona, þú veist, að endanum, skilur, það er bara óþægilegt. Já, mér finnst líka bara, hitastig finnst mér ekki vera nógu gott. Nei. Allt svolítið kallt. Nema stóra laugin, hún var of heit. Ég er að synda í heitu vatni, það er ekki þægilegt að hafa heitt vatn andlitinu mínu. Og líka sturturnar, mér líka að vera að spúla mig maður. Það var svo kraftmiklar. Já. Ég hef heyrt frá einum sem býr í Vesturbænum, alltaf þegar hann fór, þá kveikti hann hverju einustu sturtu og þá var minni styrkur í sturtunum út af því það meira vatn. Mér er svo pirrandi þegar sturtur, ég veit að þú veist, það eyðir minna vatni, en þú veist, þegar sturta, þú veist, stoppar, og fært að íta aftur, ég meika það ekki. Ég var til í svona, að svo bara ítir, og síðan ítir aftur til að stoppa. Hvað er það? Ég hef aldrei séð það áður. En ég þarf þetta ít á þetta, ég nenni ekki bara að stilla hitastigið. Sko já, Seltjarnarnes er næstastu sturturnar af öllum sundlaugunum. En verstu sturturnar, Súðarlaugin fyrir til Suðureyrarlaugar. Ég veit ekki einu sinni hvernig Suðureyrarlaug lítur út og ég vissi ekki einu sinni að vera til. Sko, hún er svo léleg, maður að fyndið. Má ég sjá myndaði? Já, þetta er Vestfjörðum. Sko já, ég heist að mörgum finnst hún góð og þetta er fálegur það sem má taka ís út í laugina. Mér finnst algjör martur að læra sund í sundhöllinni. Mér líkar ekki við sundhöllina. Þetta er ekki gaman þar. Bara öllu sem ég farið í þá er sundhöllin minnst upp á slaugin mín út af því að mér líður þessu ég sé alltaf að greinast með þunglindi þegar ég fer hana inn. Sko já, sundlaugin og Suðureyri. Allt vatnið er grænt. Það er gaman að fara að stökkbreyta samt. Ok, ég ætla að segja ykkur eitt samt, á sundlaugin og Suðureyri, ótrúlega gott útsýni yfir bæinn og upp í fjallhlíðana. En það væri ekki fyrir girðinguna sem væri fyrir því. Er það Suðureyri? Suðureyri, á Vestfjörðum. Suðureyri, á Vestfjörðum, við sjá. Sko já, í Súgandafirði. Já, ok, þetta er alveg eitthvað lengst út í Raskati. Nei, þetta er alveg í miðjum bænum. Og það er engin rennibraut eða neitt? Nei, engin rennibraut. Djöfugl, er þetta laugin er svona óþægilega heit, sko. Pottarnir eru frekar skítugir. Og síðan, sko, þetta var ótrúlega skrítið með sturturnar, svona 5 sturtur og óþægilega nálægt. Telur fólk þetta sem sundlaug? En já, Úlfur. Þetta lítur bara út eins og einhver private laug í einhverju einbýlishúsi í Garðabænum, sko. Þetta lítur út eins og púlið sem Clark Griswold var að reyna að fá í Christmas Vacation, sko. Þetta væri svona þannig, jafn stórt á þetta, sko. En já, ég ætla að segja ykkur eitt. Þarna, já, sturturnar. Þarna 5 sturtur sem eru svona, það hýst,
ef við horfum okkur núna, þetta eins og ef við værum í sturtunum, þá væri minna bil á milli okkar en það núna. Ég ekki grunast. Og sko, til að kveika þeim, það fyrst stillur í hitan og kemur ekki úr þeim. Já. Og síðan stór rauður hnappur, stór rauður hnappur. Mér held að var neyðarhnappur, ef einhver myndi renna í sturtunum og deyja eða eitthvað. En nei, það þetta ídrætt til að kveika sturtunni og þetta kveikir á öllum sturtunum. Og í fyrst lagi, þetta til að setja hitastigi ekki skít. Hitastigi bara einhvern veginn. Núna þetta drepheitt. Núna þetta bara klaki að koma út. Það voru lélegt maður. En einmitt, sko, verðan að ég verið að tala sundhölluna. Hvernig lítur komin önnur eitthvað annað sundhallar update? Já, það að fara að breyta allir, sko. Breyta öllu? Setja nýja flísar eitthvað. Vonandi verður það ekki eins fokkin þunglindislegt og þeim. Finnst þér þetta ekki gaman? Finnst þér ekki gaman hana? Þú veist, það gaman að fara að stoppa þetta. Ég veist þetta verður, ég að tala útilaugina. Útilaugina, Og líka hana litla klefa hana sem við fórum í. Hvað, útiklefan? Nei, inni. Þetta var inni og það var þessi eina laug sem var alveg græn og var alltaf að láta mig greinast með þunglinni, þannig að þetta var svo fucking skítugt og mér bara líka ekki vera við hana. Þannig að þú færð þunglindi út á Sundhöll Reykjavíkur? Já. Það er svona það er eina sundlaugin þá sem ég langar að drepa sjálf í. Bara þegar ég fer þarna bara þetta er versta sundlaug sem ég hef farið í á ævinni. Nei, en ok, ég það er það besta stökkbreyt. Hver besta sundhöllin samt? Sundhöllin. Hver besta? Ertu að segja mér að það eru svona margar sundlaugar sem ég vissi ekki og svo eru líka margar aðrar sundhallir. Já, manstu ekki eftir þetta? Sundhöll Keflavíkur. Sundhöll Ísafjarðar, Sundhöll Seyðisfjarðar, Sundhöll Vopnafjarðar, Sundhöll Selfossar, Akranes, Ísafjörður, náttúrulega Hafnarfjörður. Nema einhverjar tvær og það var því Selfoss og Vestmannaeyjar og Selfoss einu sem ekki eftir hverjum. Ísafjarðar alveg furðulega góð. Hafið þið farið í þær allar? Ekki allar samt. Ég hef ekki farið í neina sundhöll á Austurlandi. Nei. En ég sé svo Vestfjörðum, ég farið í margar þar, ég farið í Bolungarvík. Siglufjörður líka. Nei, já, annar á Vestfjörðum, þá farið í Bolungarvík. Ég farið í Bolungarvík, Ísafirði, Flateyri, Suðureyri. Ég farið líka Gvendalu, í Bjarnarfirði og Krossneslaug. Bítu. I unlocked a deep memory in my head. Ég fór í einhverja sundlaug sem í einhverju bæ sem ég veit augljóslega ekki hvað heitir og man ekki hvað heitir, en það nálægt Skrýmslasafninu, ef þið vitið hvað það er. Skrýmslasafninu? Það er safn sem lengst út í Raskati sem sýnir einhver, þú veist, skrýmsli sem í íslenskum, sem bara einhver íslensk skrýmsli. Það er Suðurlandi minnum mig. Svo ef þú skrifir bara Skrýmslasafni. En já, Armindur, þú ættir að vita þetta, það þessi eina laug. Ég held ég að vel skrifa mig inn, en ég sá hann í sjónvarpsþætti og ég sé hann áður. Ertu búin að skrifa Skrýmslasetrið? En já, Skrýmslasetrið. Talaðu nú í mikrofónum, þú. Já, og þetta skrýmslið sem var þarna. En já, ég sá þetta í sjónvarpsþætti minnum mig. Já. Ég sá þetta á þjónstofu, hann var rúf fyrir einhver, aldrei síðan. Það Ilmur leikur í þessu. Bíldudal. Bíldudal maður. Og Ilmur með svona sem. Já, hefur eitthvað líka að dissa á Bíldudal. Og þetta eitthvað gleipa áttur. En þetta svona. Já, ófærð aldrei. Þetta gæti að vera ófærð, já. Og aðna, og svona laug. Já. Sem fullgrunn. Og síðan á veggnum, á stendur eitthvað, og síðan hvorum meginn svona stiga sig bara upp, eiginlega. Þetta þetta innileg. Innilög. Ég held að þetta Sundhöll Siglufjörður. Hverjir búa hana? Bíldudalur. Þetta átti ekki styrir ekki. En já, og síðan klefarnir. Þú voru að fara upp en til að fara í klefana. Það átti að gera sér Reykjavík. Bíldudalur. Hvað er það? Bíldudalur. Stegar upp. Ég held það, já, þetta það. Já. En þetta átti að gera því Reykjavík samt. Nei, þetta ófærð sko. Það bara að gera svo
ok. En heyrðu, við þurfum að ljúka það. Já, ok. Við þurfum að fara slúsa, við erum komið langt yfir tíman og við þurfum aftur, ég er meira sem er fullt öðrum umræfnum sem er bara spennandi til næsta viku. Já, það verður, en Arnmundur, hvað mun gerast við aukaþættina þar sem þú lesur upp öll, þú veist, það kemur í október. Í október? Þetta er á dagskrá í október. Vá, þú gæti bara farið heim í dag og gert það bara heima. Jú, ok, ég skal skýra því það, Svona, við gerum það í október. Í frítíma eins og ég hef eiginlega allar helgar. En við erum á öllum helstu samfélagsmiðlum. Við erum ekki komið tölvupóst, netfang, karlakofin@gmail.com. Við erum komið með spjallgrúpu á Facebook. Við getum senda okkur, við erum með spjallgrúpu á Facebook, það er að tala við ykkur og bara þannig að sem ég held ég ekki í Twitter, Facebook, TikTok, alltaf þessu elsa. Finna okkur. Og nú ætlum við að heyra lag. Hvað ertu með í hendinu? Kennarar tekja. Sko, kennarar, þeir eru alltaf að elska að tekja þetta, sko. Ég þegðu fyrir mig lagið.